Hér erum við með sykurpúða. Við megum borða þá strax, en ef við bíðum, fáum við annan eftir smá. Árið 1972 var gerð tilraun við Stanford-háskóla. Seinna kom í ljós að þeir sem gátu beðið með að borða sykurpúðann sinn til að fá annan í viðbót gekk oft betur sér í lífinu. Já, einmitt. Það borgar sig stundum að bíða. Af hverju það samt svona erfitt? Ég veit ekki. Gerðu tilraun í Arion-appinu og settu sparnaðinn í gang. Tíminn vinnur með þér, ef þú getur beðið. Arion banki, þægilegri bankaþjónusta fyrir framtíðina. Sæl, kæri nemendur. Þetta eru skrýtnir tímar og ég hefði gjarnan viljað vera inn í bláa sal og tala við ykkur og óska ykkur til hamingju með daginn. Hins vegar það má ekki nota orðið fordæmalausi tímar en ég sleppi því, ég segi bara þetta eru skrýtnir tímar. En allavega núna að koma út Verslunarskólablaðið og það við aðra aðstæður en vanalega. Ef ég veit rétt, þá hefur þetta verið núna örugglega eins og undanfarin ár flott blað og ég hlakka svo til að sjá það. Hins vegar ég sjálfur núna staddur í svona sjálfskipaðri einangrun út í sveit en ég bara hlakka mikið til að fá að sjá þetta blað. Ég búinn að heyra aðeins svona hvernig þetta á að ganga fyrir sig og ég vona að þetta gangi bara vel og allir verið glaðir og ánægðir og munið það líf eftir COVID-19. Ég elska að lesa Verslunarskólablaðið. Þorkell, hvað finnst þér skemmtilegast? Ég bara segi eins og þú, mér finnst þetta bara geggjað að lesa þetta blað og mér finnst eiginlega bara greinarnar allar, mér finnst þetta frábæra greinar. Og myndaþættirnir? Ég get vel trú að þér þykir myndaþættirnir skemmtilegastir. Finnst þér æðislegir? Þeir eru líka mjög flottir. Ég vildi óska þess að ég hef einhvern tíma verið í myndaþætti. Þú varst í myndaþætti? Já, ég var í myndaþætti. Hvað ertu að lesa þetta blað? Þetta blað ég búinn að lesa margoft. Þetta held ég eitt frægasta blaðið. Þetta blaðið sem að mér skilst að pappírsáhugamenn safni sérstaklega. Það þykir svo fínt. En þau hafa nú verið ansi mörg og síðan líka. Nú erum við búin að lesa öll þessi blöð. En við fáum nýtt í dag. Ég held að það sé stóra málið þessa dagana. Það loksins eitthvað gott að gerast í lífi okkar. Það nýtt Verslunarskólablað. Hvernig heldur að kápan verða litin? Ég veit það ekki. Það eru endalausar hugmyndirnir að kápum hérna sýnist mér. Þannig að ég bara veit ekki, en ég veit að ég alveg rosalega spenntur fyrir að sjá kápuna. Ég held að þetta verði flottasta kápan hingað til. Við getum farið að tellja niður. Stutt í þetta. Við hlökkum til að lesa nýja blaðið. Klárlega. Hæ. Mér langar bara til að segja til hamingju með útgáfuna innilega. Þeir eru búin að standa ykkur svo vel að gera þetta frábæra blað á þessum skrýtnu tímum og bara innilega til hamingju með daginn. Njótið hans. Hæ krakkar mínir og til hamingju með Verslunarskólablaðið, eða rétt að sagt bókina. Þeir eru búin að leggja blóð, svita og tár í þetta enda niðurstaðan samkvæmt því. Þeir eru algjörlega frábær og ótrúlega lausnamiðuð og búin að finna frábærar lausnir við öllu því sem hefur komið upp á þessum skrýtnu tímum. Enn og aftur til hamingju og knús til ykkar. Kæru samnemendur, kennarar og aðrir áhorfendur. Við erum velkomin á þessu einstöku útgáfu Verslunarskólablaðsins. Ásta Sóley heiti ég og ritstýra blaðsins í ár. Ég ætla að byrja á því að þakka hverju einu ykkar fyrir að gefa ykkur tíma til að vera með okkur hér í dag og fagna. Þó það sem heldur óhefðbundnum hætti. Þið eru ástæðan fyrir því að útgáfa með þessum hætti gengur upp.
En nú ætla ég að deila sviðsljósinu með uppáhaldsfólkinu mínu og kynna nefndarmeðlimi Verslunarskólablaðsins árið 2019 til 2020 upp á svið. Birta Mara Birnisdóttir. Eva Sóldís Bragadóttir. Fannar Þór Benediktsson. Gúa Margrét Bjarnadóttir. Helena Bryndís Hauksdóttir. Herdís Rún Sigurðardóttir. Óðinn Ingi Þórarinsson. Og loks Rebekka Líf Ingadóttir. Í byrjun ferlisins var ljóst að þessi hópur var samankominn til þess að gera tímamóta eintak. Eintak sem við erum stolt af ásamt ykkur. Markmiðið var að höfða til sem flestra með því að koma sem flesti maður í blaðinu, tækla allskyns málefni og að gera stærsta blaðið hingað til. Það gekk jafnvel betur en við þorðum að vona. Allir nýju meðlimir nefndarinnar höfðu mismunandi hluti til borðsins að færa og fór útkoman hærra en væntingar og vonir okkar allra. En það sem einkenndi hugafærið okkar var engin hugmynd væri of stór fyrir okkur til að framkvæma. Það reyndist erfitt á tímabilum, en ekkert verkefni var svo stórt að við gátum ekki yfirstigið það í sameiningu. Ég er ævinlega þakklát fyrir nefndina, ferlið okkar saman og alla þá sem gerðu bókina að veruleika. Til hamingju með daginn, kæru áhorfendur, vonandi njótið þið góðs af þess að fá að lesa bókina okkar í samkomubanninu. Kæru verslingar, fyrir hönd Verslunarskólablaðsins 2019 til 2020, takk fyrir okkur. Og núna ætla Gúa að tilkynna sigurvegara úr keppnunum. Já, það eru 4 keppnir sem að fólk gat tekið þátt í á þessu ári og ég ætla að byrja á því að tilkynna sigurvegara ljósmyndakeppnarinnar. En sigurvegarinn er Konráð Vilhjálmsson. Þá var það ljóðakeppnin. Sigurvegarinn í henni er Tinna Katrín Óen. Og þá er það listaverkakeppnin, en sigurvegarinn í henni er Rósalind Árnadóttir. Og þá síðast en ekki síst er það bandirkeppnin, en sigurvegari hennar er Guðlaug Embla Hjartardóttir. Næstar á svið eru Rebekka Líf og Herdís Rún, en það er að kynna fyrir ykkur sérstakar þakkir. Já, við ætlum að fá að veita nokkrum mjög mikilvægum manneskjum rósir. En það er meðal annars markastjóri NFFÍ, hún Þórdís Huld Atladóttir. Og hann Ágúst Örn Víkum. Já, það er Karla Aníta Kristjánsdóttir. Og Ninna Björk Ríkarsdóttir. Uppsettunar okkar þeir Anton Jónas Illugason og Símon Viðarsson. Og síðan er það skólastjórn, hún Gunninga Sívasen, Pálína Magnúsdóttir, Ingi skólastjóri og Þorkell Stígó. Að lokum þá ætlum við að sýna ykkur trailerinn ykkar og síðan ætlum við að koma út og afhenda ykkur bækurnar. Takk fyrir okkur!
Simple game. Is he serious? Always. It's much worse than you think. We're being ambushed. Abort, that's an order. They knew we were coming. Do you read me? I don't care how he did it. I want to know why he did it. You're worried about me. Why you survived. I'm sure we can find something I have that you need. No one sent me. These guys are trained to be ghosts. Let's not waste time chasing after him. Just make him come to us. Find something that's personally important to him, and you squeeze. This whole operation was a decoy. I can understand you're very upset. You've never seen me very upset. This tape will self-destruct in 5 seconds. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like.